Alþjóða glímusambandsins var haldið helgina í tengslum við alþjóðlegt glímumót sem nú fór fram í annað sinn. 5 þjóðir eiga aðild að samtökunum en það er auk Íslands, Danmörk, Holland, Svíþjóð og Þýskaland. Á alþjóðlega mótinu að þessu sinni var keppt í liðakeppni þar sem hver þjóð sendi eitt lið utan Íslendinga sem sendi unglingalandslið sín til keppni. Auk þess að keppa í hefðbundinni íslenskri glímu var einnig keppt í hryggspennu og lausatökum. Þessi alþjóðasamtök, hvað getur þú sagt mér um þau? Þetta var svona ákveðið gæluverkefni hjá okkur á glímusambandinu. Af því eins og þú sér að þá eru komna nokkra þjóðir sem eru farin að stunda íslenska glímu og þetta hljómar spennandi. Þannig að við þurfum bara að búa til sameiginleg samtök með þeim og í dag þá verður þetta stoppþing og það eru 5 þjóðir. Veistu hvað það er við glímuna sem að útlendingum finnst spennandi? Ég held að það sé eitthvað svipað á okkur Íslendingum. Hún er náttúrulega skemmtileg og hún er háþróuð tæknilega og það sést best á því að í dag þá erum við með glímu. Það sem við erum að glíma bara íslenski glímu, þá erum við með okkar strákar undir 20 og vantar reyndar í dag marga mjög góða og við erum að rúlla þessum útlendingum upp, alveg þrátt fyrir að við erum að æfa glímu frá 1990 en eins og þið sjáu þá erum við líka með hryggspennu og lausatök og þar með allir okkar bestu menn vera. Af því að þú þarft ekki að æfa svo mikið lausatök og hryggspennu til þess að komast á háan stall en glíman er svo háþróuð og tæknileg að þar þarft að æfa virkilega tæknilega til þess að og þeir sjá sjarmið þessu, hryggspenna og lausatök er í sjálfum þess að bara ná skild glímunni og við erum bara endurvekja þetta eins og fyrir okkur sjálfa, við erum ekkert svo rosalega margir glímenn að hafa bara fleiri kosti og þá er kannski hægt að gera stærri hluti og menn vera á tánum í öllum íþróttum. KR-ingar leika annað kvöld 21. leik